Stefán, Álftanes Íslandsmeistarar í fyrstu deild. Heitir það? Við bara deildarmeistarar? Já, en enga síður tap í kvöld, en skiptir kannski ekkert svo miklu máli þetta. Það hundlegilegt, en svona lífið og bara tökum þennan á kinnina og höldum bara áfram, sko. Já, hópurinn, það vantaði til dæmis Dúa í hópinn í kvöld og Eysteinn meiddist, kannski brekka bara. Já, Dúi var rúmlíkjandi fyrir Skarðagerðisleikin í einhverja 3-4 daga og var með streptakrokka og reif sig upp fyrir hann og kláraði orkunni síðan þar, þannig að hann bara náð sér aftur tilbaka. Eysteinn meiddist og Snjólfur meiddist í þessum leik, en við getum huggað okkur við það. Ef þetta á að gerast, þá á þetta að gerast þegar við erum búin að tryggja sætið, en hundlega að þetta gerist samt. Svona ef við förum á öðru í annað, þá svona fyrir byrjun tímabils, þegar Álftanes hringdi, hvað kom til að þú hafi tekið þetta að þig? Bara þetta sé Álftanes og þú veist, það er góð stjórn, ég er alveg upp í sjávargötunni og þetta er spennandi verkefni. Já, og mér var alltaf langa aðeins að fara aftur í meistaraflokksþjálfun og þetta var rétt að tækifæri fyrir mig upp á það að gera, þú veist, að ég var með tengingar við klúbbinn og líka bara það var rétti staðurinn til að byrja aftur á. Þú erfir ansi góðan hóp þegar þú kemur og gerir bætir við nokkrum leikmönnum og hversu gaman var að vinna með þessum leikmönnum? Mjög gaman, þetta er frábær leikmannahópur, þetta er vinahópur, fjölskylda, þetta sem er kannski ofnota í íþróttum og allt það, en þetta er þannig og þetta er eitt samheldasti hópur sem ég hef verið partur af. Þannig að það var svo sem ekki flókið að þjálfa þessar fagmenn, þetta er bara spurning að koma með eitthvað smá æfingaplan og smá gameplan sem að þeir líka hafa skoðanir á og svona og bara áfram gaf. Þú sagðir á dögunum í viðtali og RÚV að þú ætlaðir að leggjast undir feld og svona ákveða taka ákvörðun hvort þú ætlaðir að halda áfram í liði og hvort ákvörðun á næstunni. Já, sko, þetta er náttúrulega bara þannig að ég bara settist niður með vinnuveitundum mínum á sín og við ræddum það, ég myndi taka þetta 1 ár og samtidig stjórnin í 1 ár og svo við vissum ekki hvað myndi gerast, við vissum ekki hvort við myndum komast upp eða hvað myndi gerast og nú er það ár að verða búið og þá þarf bara að setjast niður, það er bara sem að skuldar öllum í kringu sig og ég er maður orða minna og þannig að við bara förum að setjast niður og ræðum saman. Fyrir 2018 þá var Álftanes bara í þriðju deildinni ekki að gera kannski neitt rosalega mikið. Hversu þýðingarmikið er þetta fyrir bara Álftanes samfélagi? Það er geggjað, þetta er náttúrulega magnar ris, það var ekkert lið, þriðja deildin, fjórða eftir deild ekki gömul, en það var ekkert lið, ekkert félag, farið svona fljótt upp, þriðju, aðra, fyrstu og upp í úrvals. Þannig að það er mjög skemmtilegt og það er náttúrulega bara góð stjórnin á þetta, frá A til Ö, og stjórnarmeðliminn gera okkur kleift að einbeita okkur að körfuboltanum og halda utan þetta og það er bara það sem þetta snýst allt saman að það sé góð stjórn og samfélagi, við sáum á móti Borgarnesi og samfélagi á bakvið okkur. Þið ansið ómikilvægan seinasta leik á Höfn, hvernig leggst það niður? Það er bara skemmtilegt að vera í ferðalag og eins og ég sagði í viðtali, við erum bara það, við erum í deildarkeppni og við þurfum bara að reyna að gera betur enn í kvöld og ég held að þessi leikur í kvöld verði smá mótivering fyrir þann leik. Þetta var náttúrulega mjög skrítinn undirbúningur, við vorum með frí á þriðjudag og við höfum planað annars konar hluti á miðvikudaginn og þurftum bara svona að breyta on the fly og náðum ekki að æfa almennilega, við náðum ekki að æfa saman fyrir þennan leik, þannig að svona er lífið og þetta er það góð deild að þú mætir ekki til leiks að þá tapar hann leikjum og ég er það gott lið og þeir er náttúrulega búin að vaksa ótrúlega undir stjórn Nebo í vetur. Takk hérlega fyrir og til hamingju. Takk.